Tónlistin, besta leiðin til að slappa af. En vissuð þið að tónlistin eldri en tungumálið? Dýfum okkur aðeins lengra inn í sögu tónlistarinnar. Hugga bugga, hugga bugga, hugga bugga bugga, hugga bugga, hugga bugga, hugga bugga bugga, hugga bugga bugga bugga. Hér erum við á árinu 42.976 árum fyrir Krist. Hellisbúarnir áttu ekki mörg hljóðfæri, en fundu samt tækifæri til að gera smá beats. Hugga, hugga bugga bugga, hugga, hugga bugga bugga, hugga, hugga bugga bugga, hugga, hugga bugga bugga. Hér árið 633 fyrir Krist, á stað sem seint mun vera þekktur sem Kína. Nú erum við komin að því guðstöf. Hljóðfæri eru núna til. Staðreynd: fyrsta hljóðfæri sem var fundið upp var flautan, sem fundin upp fyrir löngu, en er mjög vinsæl núna. Áður en við byrjum á að gera flautur úr málmi, eins og nú til dags, var hún tálkuð úr beinum. En ennþá voru ekki komnir textir í lög, þar sem fólk kunni ekki að skrifa fyrr en nokkur þúsund árum í framtíðina. And so then she died walking München to the Siegerland. Tianchi launchete, Heshu yesi launchete, Sieke su yesi andante a. Nisi tónksing glíán. Svona voru nú taktar form Kína. Ekki bestu lög í heimi, en tónlistin var að minnsta orðin aðeins taktfastari en hún var á tímum hellisbúanna. Næsta stóra skrefið í þróun tónlistarinnar var á tímum form Grikkja. Vá, árið 50 fyrir Krist. Hlakka til að sjá hana. Sjá alla fallegu byggingar hérna, svo falleg. En hvernig hljómaði tónlistin? O Pesporeis Nadeis. Eins og hér má heyra var tónlistin mikið gerð með formix. Þeir voru svolítið eins og harpa nema betri. Með því var líka notuð tromma sem á grísku heitir. En það skemmtilega við þetta tímabil er að þeir gerðu fyrsta söngleikinn, a.k.a. leikrit með tónlist. Tónlistin hafi aldrei verið jafn vinsæl og á þessum tíma. Það var spiluð tónlist í skylmingabaráttum, það var spiluð músík fyrir keisarana og allir elskuðu hana. Þrátt fyrir tónlistin var jafn vinsæl hún var, er það erfitt að nefna marga mikilvæga tónlistamenn frá þessari öld. Ekki get ég sagt það sama á næsta stað okkar. Ó, þannig Mozart! Þeir klassik lera. Nú allt mjög fancy og flott. Allir með hárkollu, make-up og stöf. Mikið af frægu fólki var fætt á þessum áratug. Til dæmis Mozart, Beethoven, Haydn og Helgi Björns. Bara kidda, Haydn fættist ekkert í klassik að lera. Tónlistin hér er að mestu lagi gerð með píanói, fiðlum og kórsöng. Og ein skemmtileg staðreynd er að þessi Haydn náungi safnaði saman heilum hellingi af tónlistarmönnum og bjó til allra fyrstu sinfóníu hljómsveitina. Sumir kalla hann The Father of the Symphony. Ég hins vegar kalla hann Haydn. Síðan voru auðvitað Mozart og Beethoven, tveir mestu piano legends allra tíma. Mozart er þekktur fyrir að vera mjög ungur píanóleikari, meðan Beethoven er þekktur fyrir að vera píanóleikari þrátt fyrir að vera heyrnarlaus. Hér er eitt lag eftir Beethoven.
Jétúta mía, þetta var nú mjög fallegt hjá þeim. En nú er kominn tími til að kasta okkur í The 90s! Hér er margt og mikið að vera. Nýjar týpur af tónlist að mæta á svæðið. Í gegnum alla 20. öldina var tónlistin á mikill breytingu. Pop og rock voru bæði nýjar tegundir af tónlist og þær urðu allar supervinsælar. Helstu rockstjörnurnar á þessum tíma voru The Beatles, Queen og AC/DC og Guns N' Roses. Allar tónlistarsveitirnar voru alveg huge en Beatles voru á allt öðru stigi en hinnar. Þeir drengirnir voru með 20 milljónir aðdáenda og allir elskuðu þá. Þegar kemur að popstjörnum er engin frægari en Michael Jackson. Hann var algjör superstar og á mesta selda album allra tíma, Thriller. En það eiginlega útlenska tónlist var bara maur með að við algjöra ljónið sem íslenska tónlistin var. Hér á Íslandi voru tónlistarmennir Willi Will og Bubbi Morthens að kukka á allt öðru stigi en allir aðrir. Þeir eiga báðir ein þekktustu lög á Íslandi og þar á meðal lagið Einhljóðsfæris Sinfóníu hljómsveitin og að mínu mati er það besta lag allra tíma. Þá dreymir mig bassa. What? Þetta er algjör rockstar að syngja Einhljóðsfæris Sinfóníu hljómsveitina. Og bið svo Guð sól og gítar til að styðja hann. Já, þetta er sko tónlist í hæsta gæðaflokki, en því miður erum við komin að endanum. Auðvelt er að segja að tónlistin er miklu verri í dag en hún var á gamla dag. En það væri að hunsa þá fjölmarga bangers sem koma út á hverjum degi. Það eru fleiri tegundir tónlistar í dag heldur en á einhver tímann áður, svo það er til tónlist fyrir alla og stundum þarf maður bara að leita af henni. Hvort sem það er til að slappa af, koma sér í stuð eða bara hlusta á hana hvenær sem er. Tónlistin er alls staðar, en með því segi ég bless.